skafrennings og sumstaðar hafði skafið í stóran skafla. Fljótlega var það að minnka loftið í dekkjónum ef komast ætti lengra og jafnvel þurfti að grípa til skóflunar þar sem skaflarnir voru mestir og þeir mynduðu illfær höft. Náttúrufegurðin í vetrarríkinu á hálendinu verður naumast með orðum lýst og hún freistar margra, einnig þeirra sem þekki ekki miskunnarleysi íslenskrar náttúru. Það er enginn barnaleikur að ferðast hálendi Íslands í vetrarveðrum eins og þessu. Og þeir hafa svo sannarlega sannfast þetta Bandaríkjamennirnir sem hafa verið að velkjast hér á Kjalvegi í næstum 2 sólarhringa. Er þetta búinn að vera mikill barningur? Já, þetta er búið að vera að sækjast seint en þetta hefur verið allt í lagi. Það hefur farið vel alla. Menn hafa haft nóg eldsneyti og hita en við verðum að skilja eftir megnaða bílunum og þeir verða náttúrulega sóttir þá bara seinna. Varnarliðsfólkið, nálægt 40 manns, lagði af stað áleiðis til Hveravalla á laugardagsmorgun á 13 bílum og ætlaði fólkið að gista í skála ferðafélagsins. 6-leytið, þegar myrkru var að skella á, brast á illviðri sem stóð sleitulaust framundir morgun. Upp úr miðnætti voru allar björgunarsveitir í Árnessýslu kallaðar út fólkinu til aðstoðar. Varnarliðsmenn biðu átekta og létu fyrirberast í þeim bílum sem þeir gátu haldið heitum, en Íslendingum sem slegist höfðu í för með þeim tókst að brjótast til Hveravalla og koma yngstu börnunum og mæðrum þeirra í hús. En yngsta barnið í hópnum er aðeins hálfs annars árs. En bjóst móðir þess við að lenda í einhverju þessu líku. Absolutely not. It's been one of the most interesting trips we've ever had, but definitely not what we wanted. It must be hard for him. It is. But He's pretty tired. He's doing all right though. Í hvernig náttúrukomandi var þetta fólk þegar þið komuð? Sumt að því var nú kalt og svona illa til haldið vegna þess að það hafði ekki klæðnað sem skildi upp á að fara í svona vetrarferðalagi inn á Hveravelli. Reynt alveg ótrúlegan klæðnað, gallabuxur og svona fínheitis tau. Did you ask for the weather forecast? Yeah, one of the members called up to the weather station back a ways, and they said, "Oh yeah, it's great, come on back." And you see where we're at now. Did you ever realize that the weather could be so bad? No, not really, but this is my first time being out, being out in the snow and ice. Hvað verður þessar bílar sem eru hérna inn frá? Já, ég veit það ekki. Það þarf nú að sækja varahluti í suma. Sumir mjög gat olíupönnunni og aðrir eru svona þannig að helst ætti að láta setja það í sorpu. Þeir eru ekki beint til þess fallinir að hafa skráningarskírteini í lagi. Ég veit ekki hvað verður þessa bíla blessaða alla en það verður náttúrulega heilmikill leiðangur til þess að sækja þá. Það ekki hjá því komast að fara með gröfur eða veghefil eða eitthvað slíkt inn eftir. Þetta eru þó sem sagt 11 stykki. Bill Reason formaður fjallabílaklúbbs varnarliðsmanna en ætlar hann í fleiri ferðir upp á íslensk öræfi á svona bílum. Yes, we will use vehicles like those, only much more prepared. Taller, larger tires, air down. We took enough gasoline, but we used all the gasoline to run the heaters in the cars to keep us warm until the rescue team could arrive. So, but we will prepare much better next time we go. Brýnt nægilega vel fyrir fólki að vera vel útbúið þegar það fer á fjöll? Ég held að við Íslendingar séum nú farnir að læra ansi vel hvernig við getum ferðast fjöllin þó að veðrin séu oft válynd og fljóta að breytast en þetta blessaða fólk er nú bara því miður ekki nógu vel upplýst og það bara þekkir ekki raun og veru þennan annarlega heim sem